Og þeir fluttust það vestur eftir? Já, og komu þaðan austanað með járnbraut til Fisher Landings í Dakota. Þar dvöldu þeir nokkurn tíma aðeins, ekki til þess að setjast að þar, heldur að meðan var verið að búa sig undir ferðina frá Fisher Landing og niður til Winnipeg. 4 manna nefnd hafði verið kosin af þeirra hálfu áður en þeir lögðu í þessa ferð til þess að kanna svæðið, það líklegasta svæði við Winnipeg vatn. Því að, og þar var Sigtryggur Jónsson sem var aðal foringi þessar nefndar og einnig stóð og stytta innflytjenda í mörg ár. Þeir valdu sjáðu svæðið fyrir innflytjendasvæðið meðfram Winnipeg vatni sem að æskilegasti staður væri fyrir innflytjenda að setja stað. Þar sem hér fiskinn úr vatninu væri hér fjarskal mikils virði og margir af innflytjendum voru vanir sjósíðu á Íslandi og því væri eins og að nokkru leyti væri landslagið þá meira við þeirra hæfi að setjast að við vatnið. Og hvað var það svo stór hópur sem settist við stað við vatnið? Sá fyrsti var yfir 250 manns. Þetta var á haustlægi sem fyrstu hópurinn fór að... Já. Og hvernig var veðrið? Hvernig var aðbúnaður þessa fólks? Já, hann var þannig að þetta var seinast í október 1874 og útlitið var afar ískyggilegt. Það var mikið skýjafar og dimmur himinn, en sá ekki til sólar lengi fyrir þeirri aðkomu þar. Og eftir að þeir lentu þarna við Víðines-ströndina, daginn eftir skall á iðurlaus stórhríð. Og það sem sá snjór sem að haugaði niður leysti aldrei veturinn, heldur bættist meira við. Og meðan karlmennirnir, sem var fyrsta verkið, var að fara í skóginn og fella tré til að byggja bjálkakofa. En á meðan það tók náttúrulega langan tíma, héldu þeir bæði kvenfólk og börn og þeir sjálfir héldu til í þessum flatbotna bátum sem að voru reyftir yfir og með hér ósköp einfalda eldarvél í hverjum sem þeir hefðu keypt sér í Winnipeg, nóg til að brenna vitanlega, svo að það héldi og býsna notalegt
næturgisting og daglega. Og að loknum þessum langa og harða vetri þá kom heitt sumar. Já, það gerði það. En það sem það heita sumar var allra verst við að mývargurinn ætlaði aldeilis hreint að drepa hann. Men það var svo að það erfitt að gera sér grein fyrir slíku lóðugum. En það gerði votlendið á þessu svæði að þetta var svo ógurlega mikið. Og sérstaklega fór það illa með alla unglinga og börn. Andlitin á þeim og allt sem að flugan komst af, þetta var einleg sár og upphlaup. Og báru þess alla sín ævi þeir sem að lifðu af þessi fyrsta árin. Það voru 285 Íslendingar sem sigldu brauð inn á Winnipeg-vatn haustið 1875. 5 árum áður höfðu fáeinir Íslendingar farið frá Íslandi og sest að í Wisconsin í Bandaríkjunum. En árin 1873 og 74 komu stærri hópar vestur haf af Íslandi og var ferðin einnig heitið til Wisconsin. Sumir breyttu þó fyrir áformum og fóru vestur í mitt Kanada og stofnuðu nýja Ísland vestan við Winnipeg-vatn. Flestir úr hópi íslensku landnemanna voru bændur og brauðtryðjendur í jarðvirkja á þessum slóðum. Aðrir veiddu fisk í vatninu. Von bráðar var þarna stofnsett íslensk nýlenda og nú beið íbúana sama verkefni og landnámsmannanna á Íslandi á 10. öld að gera lög fyrir landið. Þeir réðu eigin málum og kusu héraðsráð sem aðeins var ábyrgt gagnvart stjórninni langt austur í Ottawa. Forseti héraðsráðsins var Sigtryggur Jónasson sem var fyrsti Íslandingurinn tók sæti á fylkisþinginu í Manitoba 1896 þegar sjálfstjórn nýja Íslands var úr sögunni. Bærinn Gimli